Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að sjálfsögðu að tala ýmislegt í dag. Við ætlum meðal annars að tala verkefni Göngum saman fyrir gott málefni hér á Akureyri. Við ætlum líka að fá þau Regínu Ósk og Eyva í heimsókn en þau ætla að halda Eurovision partí í Hofi. Enda flestir í Eurovision stemmingu, eða hvað fyrst að við erum nú dottin út úr þessu öllu saman. Kannski allir orðnir bara sárir og svektir og bara ætla að halda síns eigins partí eins og maðurinn sagði. En svo ætlum við líka að hitta fráfarandi bæjarlistamann á Akureyri, starfsmenn í Menntaskólanum og Tröllaskaga ætla að taka lagið fyrir okkur og svo kíkjum við til Dalvíkur, en það allt að gerast. Við ætlum hins vegar að byrja á því að tala aðeins málefni norðurslóða og fengið til okkar danskan prófessor sem talar íslensku en býr í Tromsø þar sem hann kennir við háskólann í Noregi. Vertu velkominn til okkar. Jú, takk. Ég verð að byrja að spyrja þig, hvers vegna talar þú reybrennandi íslensku? Jú, ég átti heima í Reykjavík sem barn. Fyrsta skipti í 81 og þá 84 til 8, 91. Svo ég hef bæði verið í leikskóla í Reykjavík, í Austurbæjarskóla í Menntaskólanum í Reykjavík og þá kom ég seinna aftur sem skiptinemi við Háskóla Íslands. Þannig að þú alltaf haldið þessari tengingu við Ísland og... Já, það annað heimalandið mitt. Já. En þú hefur lagt svona sérstaka áherslu á málefni norðurslóða í þínu starfi. Hvers vegna? Já, það auðvitað mikið vegna þess að ég ólst upp í Reykjavík svo ég hef alltaf haft mikinn áhuga á Norður-Atlantshafið og sögu og samfélag á Norður-Atlantshafið. Svo það var bara mjög náttúrulegt fyrir mig sem stjórnmálafræðingur að vinna með hvað að gerast á Norður-Atlantshafið og hvað að gerast á norðurslóðum almennt. Og hvað að gerast á norðurslóðum almennt? Já, það mikið að gerast og það hefur alltaf verið mikið að gerast. Nú athygli á norðurslóðum út af loftslagsbreytingar og mikið út af loftslagsbreytingar, en það líka mjög mikilvægt að muna eftir að það hefur alltaf verið áhuga á norðurslóðum og norðurslóðum hefur alltaf verið partur af svona alþjóða hagmál, alþjóða öryggismál og svo framvegis. En núna kannski með bráðnun jökla og mögulegri siglingaleiðum sem að opnast þarna yfir heimskauti, það hlýtur að breyta heimsmyndinni bara. Ég held það sem skiptir langt mestu máli, það hérna loftslagsbreytingana. Og það ekki út af loftslagsbreytingana á norðurslóðum. En það út af hérna loftslagsbreytingar á norðurslóðum getur haft svo gífurleg áhrif annar staðar. Og það auðvitað hérna heimshöfin geta hækkað og að loftslagsbreytingar á norðurslóðum getur haft svo mikið áhrif á veðurfar annar staðar. En þegar við tölum norðurslóðir, þá svona fyrsta sem manni dettur í hug Ísland og Grænland og Færeyjar og kannski Noregur, en það eða Norður-Noregur, þetta eru svæði, ef við lýsum síðan förum við austur eftir og þá erum við líka á norðurslóðum. Já, það mjög mikilvægt að muna eftir að þetta auðvitað allan hringinn í kringum norðurpólinn. Og nú einmitt síðustu dagar þá var ráðherrafundur í hvað heitir það, Arctic Council, Arktisk råð. Norður-heimskautsráðinu. Já, Norður-heimskautsráðinu. Það var í Fairbanks í Alaska. Svo það auðvitað 8 lönd í kringum norðurpólinn og það auðvitað Rússland sem langt stærst, sem með helminginn af landsvæðinu í kringum norðurpólinn. Og þá auðvitað Finnland, Svíþjóð, Noreg, Ísland, Konungsríkið Danmerkur með Færeyjar og Grænland, Kanada og Bandaríkin út af Alaska. Svo það alla leiðin hérna í kring. Og eiga þessi lönd í góðu samstarfi að þínu mati þessi málefni? Já. Það auðvitað mikinn ágreining milli Rússlands og Vesturlöndin út af Úkraínu og Krímskaga, en það mjög gott samstarf á norðurslóðum. Við vorum að tala aðeins íbúafjölda þegar við tölum til dæmis hérna vesturmegin hversu margir búa til dæmis Ísland, Færeyjar og Noregur og hvað búa svo margir þá í Norður-Noregi, Norður-Svíþjóð, Finnlandi og við? Já. Það búa það bil 110.000 í Grænland og Færeyjar, 330.000 á Íslandi. En svona samanlagt Norður-Noreg, Norður-Svíþjóð, Norður-Finnland, ég held að búið 1,5 miljón, 1,6 miljón manns. Og það auðvitað líka, svo það svona, 3-4 sinnum fleiri en á Vestur-Norðurlöndin. Og hagkerfið auðvitað líka svona 3-4 sinnum stærri. Það 3-4 sinnum fleiri háskólar og svo framvegis.
Svo það mjög öflugt svæði þarna í Norður-Skandinavíu. Mjög öflugt svæði og mjög áhugavert svæði. Ættu þessi svæði, Ísland, Noregur, Færeyjar, Grænland og svo Noregur, Svíþjóð og Finnland að eiga í meira samstarfi eða eru Já, það var mjög heppilegt vegna þess að Norðurlöndin 5 eru auðvitað öll norðurslóðarlönd. Og Norðurlöndin hafa svo mikið sameiginlegt, hafa svo mikið gagn af samvinnu. Svo það væri mjög gott ef fólk í Norður-Skandinavíu á Barentssvæðinu myndi þekkja betur til á Vestur-Norðurlöndin og ef fólk Vestur-Norðurlöndin, Ísland, Grænland, Færeyjar þekkti betur til á Barentssvæðinu. Nákvæmlega. Þegar við vorum að spjalla saman í gær þá vorum við aðeins að tala þú fórst að tala heildarmyndina sem að vakti svona athygli mína. Þú fórst að segja að það má ekki gleyma því að þetta allur heimurinn hefur áhrif á málefni norðurslóða. Getur aðeins lýst því fyrir okkur hvað þú átt við með því að þetta sé partur af þessari keðju? Jú, ég meinar, ég á Íslandi núna vegna þess miðvikudaginn var ráðstefna frið og öryggi á norðurslóðum í Reykjavík og það mjög mikilvægt að muna eftir til dæmis spurningar átök, stríð, fríð og svo framvegis á norðurslóðum. Það hefur alltaf ræst af hvað sem var að gerast annar staða. Ég meina auðvitað, það voru gífurlega áhrif af seinni heimsstyrjöldina á norðurslóðum á Ísland, kalda stríðinu, en það var aldrei út af norðurslóðum fyrir sig. Það var auðvitað út af stærri átök milli stórveldin og þá var bara landafræðin sem ræður að Norður-Atlantshafið, norðurslóðum verða mjög mikilvægar og það sést líka í dag að auðvitað það sem að gerast í heiminum í dag, það hnattvæðing, það að samfélög út allan heim verða miklu meira nátengd og þá það auðvitað líka það að sérstaklega stóra þjóðir í Asíu, sérstaklega Kína, búin að vera gríðarleg hagvöxt þarna síðustu 30 ár. Svo til dæmis Kína sem auðvitað langstærsta þjóð heimsins nú eitt af 2 langstærstu hagkerfi heimsins með Bandaríkin. Og þess vegna ef land eitt af 2 langstærstu hagkerfi heimsins, já þá hefur það auðvitað áhrif hvar sem í heiminum, líka á norðurslóðum. Svo ég meina það sem við erum að sjá núna á norðurslóðum með að Asíulönd eru miklu meira sjáanleg ferðamenn, vísindamenn, áhuga á fjárfestingar og svo framvegis. Það er ekki neitt sérstakt fyrir norðurslóðum, það út allan heim. Í þessu samhengi fórum við einmitt að tala mál sem vakti mikla athygli hér á Íslandi þegar Núbó vildi kaupa Grímsstaði á Fjöllum og ganduðust með að kalla það Núbóstaði á Fjöllum. Og það sköpuðust miklar umræður þennan kínverska fjárfesti sem hafði áhuga á þessu. Já, sko, ég þekkir ekki þetta mál nema af fjölmiðlum og ég hef aldrei hitt þennan mann. En þegar ég hef fylgt með þessi saga, þá fyrir mig þá það kannski mjög dæmigert dæmi að þú ert með nýtt stórt land, nýtt stórt hagkerfi, þú ert með fjárfestar þaðan og fólk hafa svona efasemdir það að fólk hafa vantraust á því. Og það tengist ekki sérstaklega norðurslóðum, það tengist ekki sérstaklega Ísland, það tengist ekki sérstaklega þessi fjárfesti eða kannski Kína, að það svona meira almennt fyrirbæri. Að lokum, ef við tölum aðeins nú ertu staddur á Akureyri, hér hefur verið töluverður áhuga á málefnum norðurslóða í bænum og til stofnanir og fræði fólk á því sviði og í rauninni alveg einstakt að það sé kenndur heimskautaréttur hér við Háskólann á Akureyri. Ef eitthvað hvaða hugleiðingar hefur gagnvart þessu svæði varðandi bæði samskipti, þróun og mikilvægi til dæmis þá þessari norðurslóðastofnun og Háskólans á Akureyri þá kannski sérstaklega? Það sem auðvitað mikilvægast, það að tryggja það að fólk á staðnum getur haft gott líf og það alls staðar á norðurslóðum, það alls staðar á heiminum og til þess að eiga gott líf þar sem að vera búað, ég meina það þarf auðvitað atvinnutækifæri, það þarf menntunartækifæri, það þarf heilbrigðiskerfi, samgöngukerfi og svo framvegis. Svo það mjög athyglisvert að sjá
hér á Akureyri til dæmis hvað hefur gerst í kringum háskólinn og það svona norðurslóða klasa hér á Akureyri með háskólinn, það norðurslóðanet Íslands, það var, ég veit ekki hvort það ennþá starfrækt Arctic Services, Arctic Portal og það búið að vera mjög mikið hérna í gangi hér á Akureyri og það auðvitað dregur auðvitað líka til sín mikið athygli að utan og það hérna, ég hef hitt marga skemmtilega nemendur, útlendingar sem hafa komið hérna í norðurskaut, í hérna heimskautarétta námskeiði. Ég hef hitt hérna Íslendingar sem hefur verið hér og farið út og það svo mikilvægt að vera með svona öflug klasa, öflug stofnun eins og háskólinn hér sem getur þróað svona umhverfi hér. Það sem myndast tækifæri, hugmyndir og svo framvegis, fólk kemur til Akureyrar, fólk fer út, svona hlutir. Nákvæmlega. Ég veit að við getum einhvern veginn bara spjalla saman endalaust en tíminn floginn frá okkur, virkilega gaman að hitta þig og skemmtilegt að fylgjast með þessari tengingu. Kannski niðurstaðan að Akureyri á réttri leið en það þarf að gera ýmislegt fleira og ekki sísta almenningur sé involveraður. Já, það mjög mikilvægt að hérna samfélagi tekur þátt í þessar hlutir. Nákvæmlega. Takk fyrir komuna og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.